Velkomin á Frelsi TV. Ég ætla að fjalla stórasta Caruso-málið. Það alveg ótrúlegt hvað Íslendingar geta velt sér upp úr fáránlegum málum. Sko, Ísland að sökkva í sæ. Við erum að tapa sjálfstæði, við erum að tapa fjárræði, landið að renna okkur úr greipum. Og það í svona málum sem fólk alveg brjálæðislega æst. En hvort sem þetta mál nú vont eða gott, þá tel ég þetta vera svo mikið smámál að það tekur því alla fjall það bara svona í stóru samhengi hlutana. En ef ég byrja á einhverju frétt þetta, þá byrja þessi læti þegar að hann neitar að yfirgefa húsnæðið. Hann sem með rekstur Caruso, hann bara segir nei, ég ætla ekki að fara. Og þá fer eigandinn á húsinu og skiptur lása og gerir allt vitlaust. Og þá kemur þetta í blöðin, einhvern veginn undir þeim formerkjum að þetta sé allt saman ólöglegt, að þessi málaferli fyrir dómstólum og lögreglan sé ekki að vinna vinnuna sína og það kemur bara eitthvað svona furðu frétt og ég meira þess að bjánaðist til þess að blogga með págögn á kórnum á fyrstu fréttinar, því að upplýsingarna voru svo svakalega rangar. Ég reyndar eitt í þeim bloggum sem ég fann og ef ég hef gleymt einhver, endilega láta mig vita þannig ég get eitt í bloggi. Því að þegar maður fór að lesa meira málið, þá þetta allt öðruvísi heldur en fréttir í fjölmiðlum voru að gefa í skyn. Og það svo sem enga nýja fréttir að fjölmiðlar geti aldrei sagt sannleikann eða ekki einu sinni nálægt honum, sko. Þá ætla ég að renna yfir bloggi mitt undir þessari frétt. Og þar tala ég að það eru tvær lykilspurningar sem að tengjast þessu máli. Það hvenær leigusamningur rann út og hvort að peningar voru teknir ófrjálsri hendi. Og kemur þá í ljós að síðla árs 2013 þá byrjuðu þeir með málaferli þar sem að leigusalinn vildi rifta leigusamningi og hann vildi ekki vera með þennan samning lengur. Og leigutakinn sagði nei, ég vil ekki fara, ég vil vera áfram í húsnæðinu og reka minn viðskipti. Og það farið með þetta mál allalega upp í Hæstarétt og sjáum við linkin á það. Og ég sit væntanlega linkin á þessa frétt, þannig að þið getið farið og skoða þetta sjálf. Að í þessum Hæstarétti þá kemst, í þessum dómi, þá kemst Hæstaréttur að þeirri niðurstöðu að það ekki forsendur fyrir sviptingu á þessum leigusamningi. Og leigusala gert að greiða 400.000 málskostnað til leigutaka. Case closed, það hefur ekkert verið og ekkert meira með það. Og þarna fór leigusala ekki í að skipta skrár eða gerði neitt meira vont eða ólöglegt. Eflaust var hann verið í einhverju fílu eða ég veit ekki það, ég ætla nú að reyna ekki að fara inn í tilfinningafarsin með þetta. En þannig að ef að hann hefði farið á þessum tímapunkti og skipt skrár og verið með læti, þá hefði það alltaf verið allt saman kolólöglegt, en hann gerði það ekki, þessi leigusali. Heldur að tekur hann bara þá einföldu ákvörðun, ég ætla bara að bíða til 15. desember og þá rennur leigusamningurinn út. Og þá fer fólk að blanda saman mikið, svo í dómnum talað lög frá 1687 og allt í lagi með það.
og nú síðan fer ég að tala þennan punkt sem ég margoft bent á, að þorskhausarnir við Austurvöll hafa aldrei getað gert neitt sem stenst neina skoðun eða endist nokkuð skapaðan hlut. Þetta eru svona vesturfúskarar veraldar saman komnir í einum steinkofa niður við Austurvöll, og þar hanga þessi þorskhausar bara úldna og lyktin af þeim versnar bara með hverjum deginum. Kannist við þetta sem hafi komið nálægt einhverjum trönum þar sem verið að þurrka fisk. Það lyktar alveg svakalega. En þar hef ég margoft bent á að í þessu bloggi hérna þá eru menn að ruglast mjög mikið á íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði. Og ég að benda á það að það þarf að vera gjör ólík lög fyrirtæki og heimila, þeir eru svo ólíkir hagsmunir. Og það stendur ef aðilar leigusamningum íbúðarhúsnæði, að þar eru ákveðin lög framlengingu. Ef þú sem sagt hefur leigt einhverjum í 1 ár, þá á hann rétt á 3 mánuðum, og það er eðlilegt að þar eru heimili sko. En það í sambandi við atvinnufyrirtæki þá gildir ekkert svoleiðis. Og ég hef verið að benda á það að í atvinnuhúsnæðis leigum þá þarf að taka tillit til þess að þessi aðili í Caruso, rekstraraðilinn þar, að hann er búinn að byggja upp gríðarlega mikla viðskiptavild í þessu húsi. Og þar hefur hann unnið hörðum höndum í 15 ár og byggt upp hér fyrirtæki og viðskiptavild. Og það er ekki tekið á því í húsaleigulögum fyrirtækja að eignarréttur þessara viðskiptavildar. Hann er bara einhvern veginn svona stattur í villtara vestrinu. Og hugsanlega hafa þorskhausarnir gert þetta með vilja því að einhver borgaði þeim pening fyrir að gera þetta svona, eða þeir eru einhverja hagsmuni, annarlega hagsmuni í málinu. Ég skil ekkert hvers konar klaufar er alltaf í þessum lagasetningum, það virkar aldrei neitt sem þeir gera. Nema jú að þeir verða alltaf ríkari og vinnið þeirra og stuðningsaðilar. Það er eina sem gerist með lögunum frá þeim, en það gagnast svona vinnilegu fólki mjög illa. Þannig ég verið að benda á það þarf að endurskrifa þessi húsaleigulög þannig að eignarréttur rekstraraðila eins og í þessu tilfelli, hann sé af einhverju leyti verndaður. Og þá myndi hugsanlega vera uppsagnar ákvæði á svona mikilvægum leigusamning fyrir leigutaka, að það kom einhverju matsmenn og meti verðmætin í rekstrinu sem hann er búin að byggja hér upp í 15 ár. Og þá þarf leigusali að jafnlega greiða honum það eða bætur eða eitthvað slíkt, og það myndi náttúrulega væntanlega letja leigusalan til þess að segja honum upp, þannig að það getur virkað vel fyrir alla aðila. Og mér vantar alltaf aukavinnu, þannig að það er alveg að senda mér verkefni að skrifa svona lög, það getur ekki verið flókið eða tekið langa tíma. Svona ef maður er ekki þorskhaus sko. Þannig að lagalega séð þá er rekstraraðili Caruso, leigutakinn, hann er bara húsnæðislaus 15. desember 2014. Þannig er bara það. Og þarna var náttúrulega í þessum viðskiptum alls konar svona furðu fyrir bara eins og kortaveltan verið trygging fyrir leigunni. Þannig að hann hafði ekkert alveg kontról á innkomin í fyrirtækið og svona hefur þetta var gert í upphafi fyrir 15 árum, þannig að þetta er búið að vera svona allt voðalega einkennilegt samband sko. En síðan fara fjölmiðlarnir í mjög ósmekklega svona rægingar herferð einhvern veginn. Eigandi húsnæðis Caruso og ítrekka rataði fjölmiðla. Og tekur hann vísirinn tekur þetta
og fer að rekja einhverja ævisögu Jóns Ragnarssonar sem ég veit nú ekki eins og hvort eigandi eða hvort það eitthvað fyrirtæki eða sonur hans eða þetta svo ruglisklegt allt saman sem skiptir bara akkurat einhver máli og þetta raun sko og ef maður svona blaðar aðeins í þessari sögu sem verið að stilla hérna upp þá virðist hann bara hafa verið tekið á honum í hvert skipti sko og ég sé ekki að þótt hann hafi svona eins og sumir vilja kalla umdelda viðskiptasögu þá sviptir það ekki hann borgaralegum réttindum til þess að neyta réttar síns og þetta alveg svona klassískt dæmi múgæsing og dómstól götunnar það sem verið að ýja því að Jón hafi ekki þetta út af þessari ævisögu Jóns að þá megi leigu salin í þessu dæmi ekki neyta eðlilegra réttinda sinna. Það náttúrulega bara þjóðfélag sem við viljum ekki vera í sko. Það nefnilega með dómstól götunar sko. Þó að ég var mjög hlynntur hann Alþingi götunar. Það allavega betra en þorskusar á trönum. Að þá verðum við aðeins að hafa einhverja vitglóru í kollinum þegar verið að fjalla svona mál sko, ef einhver fari umferðarlega brot til dæmis, segjum það, hann fari stöðumalasekt eigum við þá að svipta hann rétti að því að selja bílinn sinn eða hvernig það veistu, með 10 stöðumalasektur áttu þá bara að tapa bílninum eða þetta fer alltaf út í svona vitleysu og það held ég einmitt leikurinn hjá þessum fjölmiðlum að snúa öllu í einhver svona klessu og vitleysu og fólk hleypur hérna á blogginu alveg eftir allir vitleysunni og ég skal játa það, ég hljóp fyrst á eftir þessari vitleysu og bara því ég hafði engar upplýsingar og ég sagði hérna einmitt ég eitti mínu bloggum og ég algjörlega skipt púls í þessu þannig að þetta nú stórasta Caruso-málið vona engum hafi svelst á þessum rétti núna hérna á Frelsi TV en endilega ef þið viljið styrkja mig þá það alltaf vel þegið og þið náttúrulega alltaf velkomin aftur hér í heimsókn. Takk fyrir og bless.